Bandaríkjaforseti segist reiðubúinn að grípa til aðgerða gegn Rússlandi. Rússlandsher gerði í nótt umfangsmestu loftárásir hingað til á Úkraínu og hæfði stjórnarráðið í Kív. Öryrkjar fá 50.000 krónum hærri grunnlífeyri en eldri borgarar frá Tryggingastofnun eftir breytingar sem gerðar voru mánaðamótin. Eldri borgarar ætla að svara fullum hálsi. Það kemur í ljós annað kvöld hvort rauðgræna blokkin haldi meirihluta sínum í norska stórþinginu eða hvort valdahlutföllin breytist. Flokkarnir gerðu síðustu tilraunina í dag til að heilla kjósendur fyrir þingkosningarnar á morgun. Það spurning hvað við getum leyft okkur að vinna lengi sjálfboðavinnu, segja sauðfjárbændur. Atvinnuvegaráðherra segir alla sammála að breyta þurfi kerfinu. Einstök rödd diddúar ómar hörpuna í kvöld og 70 ára afmælistónleikum hennar. Þar fer hún yfir langan og fjölbreyttan feril, allt frá spilverki þjóðanna til Mozarts. Gott kvöld. Formaður Landssambands eldri borgara segir það varla geta verið markmið ríkisstjórnarinnar að skilja eldri borgara eftir nú þegar greiðslur til öryrkja hafi verið hækkaðar. Tugum þúsunda getur munað á mánuði á lífeyrisgreiðslum frá Tryggingastofnun. Nærri 74.000 manns fá greiðslu frá Tryggingastofnun í þessum mánuði. Af þeim fá 19.000 manns örorkulífeyri, 5.000 manns endurhæfingalífeyri og 40.000 ellilífeyri. Vegna breytinga á örorku- og endurhæfingakerfinu greiddi Tryggingastofnun 1200 milljónum króna meira mánaðamótin. Á einu ári gæti það þýtt 14 milljarða kostnaðarauka fyrir ríkið. Já, ég ætla að byrja á því að fagna því að öryrkjarnir hafi fengið þessa kjarabót sem að þeir fengu núna 1. september. En þetta þýðir auðvitað það að þeir eru konir langt fram úr því sem að grunnlífeyrir eldri borgara er. Það eru engar ýkjur hjá Birni sem hefur margra áratuga reynslu af kjarabaráttu í verkalýðsforystu. Grunnlífeyrir ellilífeyrisþega frá Tryggingastofnun nemur tæpum 348.000 krónum á mánuði en grunnlífeyrir öryrkja frá Tryggingastofnun nemur rúmum 396.000 krónum. Munurinn er 49.000 krónur. Er verið að mismuna þessum hópum? Já, við trúum því ekki að stjórnvöld mun ekki þá koma með eitthvað sem er raunhæft til þess að reyna að jafna þetta. Margir eldri borgarar sem eru fátækir og eiga ekki fyrir nauðþruttum og þeim munur alveg þennan 50 kall. Hér er dæmi eldri borgara og öryrkja sem búa einir. Þarna sést munurinn á grunnlífeyrinum. Heimilsuppbót fyrir ellilífeyrisþega er hærri en öryrkja. Í þessu dæmi sem eldri borgarar hafa tekið saman hefur ellilífeyrisþeginn 200.000 krónur á mánuði í lífeyris- og eða vaxtagreiðslur og öryrkinn líka 200.000 krónur. Frítekjumarkið svo að greiðslu frá Tryggingastofnun skerðist ekki er miklu lægra hjá ellilífeyrisþeganum og skerðingaprósentan hærri. Öryrkinn fær í þessu dæmi 75.000 krónum hærri greiðslur frá TR í hverju mánuði. Munurinn er meiri hjá þeim sem búa með öðrum. Í sama dæmi í því tilfelli munar rúmum 77.000 krónum. Landssamband eldri borgara ætlar ekki að una þessu. Það er verið að sækja okkur á hérna ýmsu vígstöðum og auðvitað láta eldri borgara sig ekki svara þessu fullum hálsi og berjast fyrir því að það sé hlustað okkur líka. Það getur ekki verið markmið ríkisstjórnarinnar að skilja eldri borgara eftir. Umfangsmestu loftárásir Rússlandshers á Úkraínu til þessa sýna að Rússum er engin alvara með tali friðarumleitanir. Þetta segja forseti Úkraínu og bandamenn hans. Bandaríkjaforseti kveðst reiðubúinn að grípa til aðgerða gagnvart Rússum. Þetta fjölbýlishús í Kív var eitt af skotmörkum Rússlandshers. 2 mánaða drengur og móðir hans sem bjuggu þar voru drepin í nótt. Это ублюдки. Это просто не люди, а отродье какое-то. На нас напало. Хотя я сама этническая русская из Подмосковья. И никогда не думала, что мой народ на это способен. Fleiri en 800 drónum og 13 flugsketum ringdi yfir Úkraínu og réðu loftvarnir ekki við umfangið. Í fyrsta sinn frá því innrásarstríð Rússa hófst varð stjórnarráðið í Kív fyrir árásum.
Skemmdir urðu á þaki og efstu hæðum byggingarinnar. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, segir árásirnar miskunnarlausar og sýna að rússneskum stjórnvöldum sé ekki alvara með friðarumleitanir. Bandamenn hans taka í sama streng og Bandaríkjaforseti reiðbúinn að grípa til aðgerða. Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? Trump útskýrði ekki frekar í hverju þær muni felast, en hann hefur sagst ætlað að binda enda á stríðið. Í sumar hótaði hann Vladimir Putin, forseta Rússlands, að setja himinháa tolla og innflutning frá Rússlandi og á ríki sem stunda viðskipti við Rússland. Mikil spenna fyrir þingkosningarnar í Noregi á morgun. Stjórnmálaflokkarnir gerðu loka tilraun í dag til að sannfæra kjósendur að greiða sér atkvæði. Hallgrímur Indriðason fréttamaður í Ósló og fylgist með kosningunum. Hallgrímur, hver staðan samkvæmt könnunum? Já, hún í raun og veru ekkert ósöpuð og hún hefur verið svona síðustu daga og síðustu vikur. Framfaraflokkurinn bætir verulega við sig frá síðustu kosningum, hægri flokkurinn tapar, en það sem kannski veigamest í þessu öllu saman að kannanir benda til þess að rauðgræna blokkin haldi meirihluta sínum, en hann verður þó naumari heldur en hann núna. Og ef að þetta gengur eftir þá eru allar líkur á því að Jónas Gahr Støre, leiðtogi verkamannaflokksins, verði áfram forsætisráðherra. Aðalspurningin með hverjum hann myndar stjórn, ef þá einhverjum. En þessi kosningabarátta búin að vera býsna hörð og stjórnmálafræðingur segir að það megi búast við erfiðum stjórnarmyndunarviðræðum í raun og veru sama hvernig kosningarna fara. Flytter de gjerne til Østlandet, til noen byer, der vi ser at vi får da områder med svært mange innvandrere. Ja. Du kan jo ikke møte den utfordringen med å si, vi kutter alle penger til integrering, vi kutter til språkopplæring, vi kutter til tilrettelegging på jobb, da lykkes vi ikke med integrering. Það var nokkuð hart tekist á í síðustu sjónvarpskappræðum norska ríkisútvarpsins milli 9 flokksleiðtoga. Átökin bera með sér hversu lítið ber í milli í könnunum. Varnar og utanríkismál hafa verið ofarlega á baugi í kosningabaráttunni. Stjórnmálafræðingur segir þó að aðild að Evrópusambandinu sé ekki hluti af því. Stóru flokkarnir vilja helst ekki rugga bátnum í kosningaumræðinu með því að draga inn þekktar skotgrafir úr Evrópusambandsaðildinni. Það þýðir samt ekki að þau sé ekki hlynt Evrópusambandsaðild, vilja bara ekki fá umræðina inn í kosningabaráttuna. Herdís segir uppsveiflu framfaraflokksins í könnunum skýrast af almennri hægrisveiflu í Noregi. Margir af þeim sem að færa sig við til framfaraflokksins núna fólk sem eru hægri kjósendur en eru orðnir leiðir á Ernu Solberg. Finnst hún vera búin og vilja hægri stefnu sem að sker sig, sem lengra í burtu frá miðju og lengri í burtu frá verkamannaflokknum. Og þetta má sérstaklega sjá meðal ungs fólks. Í kosningum meðal framhaldsskólanema fékk framfaraflokkurinn langmest fylgi og hægri flokkurinn kom næst á eftir meðan verkamannaflokkurinn tapaði talsverðu fylgi. Herdís segir að áfram verði spenna eftir að úrslit kosningana liggja fyrir, því stjórnarmyndun verði erfið, sama hvort rauðgræna blokkin til vinstri eða svo borgaralega til hægri nái meirihluta. Og það verða það hægra megin af því að það vill eiginlega enginn vera af hægri flokkunum sitja í ríkisstjórn sem að Sylvi Listhaug leiðir, og vinstra megin þá verkamannaflokkurinn og Støre hann sjálfkjörinn forsætisráðherra, en hann þarf að ræða við ansi marga og ansi breiðu sviði. En hvað hafa flokkarnir verið að gera til að ná hilli kjósenda núna á lokametrun? Ja, leiðtogarflokkana hafa nú nokkuð haldið sér til hlés, en það hins vegar sjálfboðaliðarnir sem hafa verið virkir í að reyna að ná til kjósenda, og þeir voru það meðal annars hérna í Stórþingsgarðinum núna fyrr í dag, og það má kannski segja að framfaraflokkurinn hafi eiginlega gengið hvað lengst, því að þar voru menn að steikja vöfflur ofan í gesti og gangandi. En með reyndu sinn ítrasta með því að dreifa bæklingum, með því að svona tala við fólk á förnum vegi, og ég náði tali af ungliðum úr þeim tveimur flokkum sem kannanir benda til að verði stærstir að loknum þessum kostningum. Jeg tror du har snakket med ganske mange velgere de siste dagene. Hva det viktigste sakene for norske velgere nå? Jeg vil tro at det veldig mange som bryr seg om for eksempel skatter, fordi det har vi merket en drastisk økning på, samme som strømpriser, matpriser og så videre, men også sånn konflikten for eksempel i Gaza. Jeg tror trygghet noe som ganske viktig. Det mange som redde for alt som skjer i verden.
Nå ser vi liksom det som skjer med Trump, vi ser på all usikkerheten rundt Putin. Vi har 3 utenriksministre, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. De er fryktelig kompetente når det kommer til utenrikspolitikk, og det tror jeg kan bidra til at folk føler seg tryggere de neste 4 årene. Jeg vil først og fremst fjerne formuesskatten og kutte veldig mange andre skatter. Matprisene vil vi få ned matprisene, og vi vil sette en makspris på strømmen. Da. Jeg tror vi må legge til rette til et bredt skatteforlik mellom høyresiden og venstresiden. Så kan vi få til en skattepolitikk som benefitter, altså som kommer alle til gode. Er du optimistisk for valget i morgen? Ja, det skal gå fint. Det blir veldig spennende å se. Det er jo et veldig, veldig spennende valg som vi ikke har hatt på ganske mange år. Ja, eins og heyra má þá nefndi enginn þarna Evrópusambandsaðild og það er svona á þessum má nú draga þá ályktun að hún sé kannski ekkert svona stórt umræðuefni hjá þessum tveimur flokkum. En við munum fylgjast með kosningunum á öllum okkar miðlum á morgun en það er gert ráð fyrir að úrslit kosningarna liggi fyrir klukkan 7 að íslenskum tíma. Takk fyrir það Hallgrímur, við fylgjum spennt með á morgun. Meira af pólitík. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði í hádegisfréttum eðlilegt að skoða úrsögn úr fríverslunarsamningi við Ísrael. Fyrrverandi utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kallaði eftir því í gær ásamt fleiri aðgerðum frá ríkisstjórninni og sagði að orð væri ekki nóg. Utanríkismálanefnd Alþingis fjallar ástandið í Palestínu á morgun og þar ætlar Þorgerður Katrín að kynna mögulegar aðgerðir íslenskra stjórnvalda. Hún segir mikilvægt að ná sem mestri pólitískri samstöðu aðgerðirnar og vill ekkert gefa upp fyrir hún hefur rætt við nefndina. Framleiðsla kindakjöts hefur skilað litlu í vasa bænda undanfarin ár. Hún heldur áfram að dragast saman. Bændur spyrja hvort sauðfjárrækt eigi að vera sjálfboðavinna á meðan færri Íslendingar borða lambakjöt en áður. Það er náttúrulega áratuga vandamál að það sé ekki nógu góð afkoma í þessari atvinnugrein. Sauðfjárbóndinn fær ekkert fyrir skrokkinn af lambinu eftir að meðalkostnaður af búrekstrinum hefur verið reiknaður. Afkoman er misjöfn milli búa en almennt stunda sauðfjárbændur aðra vinnu með búskapnum til að ná endum saman. Fyrirsagnir á borð við þessar hafa verið áberandi og ákallið lítið breyst. Þó að verð fyrir afurðir hafi hækkað nokkur prósent fyrir komandi sláturtíð heldur það ekki í við verðlagsþróun. Reksturinn þarf að vera sjálfbær til þess að allt annað geti gengið upp. Þannig að það er útgangspunkturinn. Upphæðin sem bændur fá fyrir dilkinn hefur hækkað undanfarin ár og hefur nærri þrefaldast síðan 2017. En bændasamtökin ítreka að það segi ekki alla söguna, enda tók verðið dýfu árin 2016 og 17 sem hefur gengið hægt að leiðrétta. Til einföldunar má segja að afkoma bænda sé reiknuð í tvennu lagi. Þeir fá tekjur frá ríkinu í gegnum búvörusamninga og svo frá kjötafurðastöðvum af sölu afurða. Þá vantar enn talsvert upp á að bændur nái endum saman miðað við útreikninga bændasamtakana. Þar reikna þau með framleiðslukostnaði miðað við verðlagsþróun en segja að hvíta súlan væri raunar enn stærri ef að bændur greiddu sér meðal mánaðarlaun. Áratugum saman var framleitt margfalt meira af kindakjöti hér á landi en af öðrum kjöttegundum. Árið 2022 tók alifuglaframleiðsla í fyrsta sinn forystu og í dag er framleitt mest af þeirri tegund eða yfir 10.000 tonn á ári. Árið 1980 voru 830.000 fjár á Íslandi. Í þá daga voru meir en 3,5 kind á hvern Íslending. Síðan hefur búfénaði fækkað nær stöðugt. Í dag náum við ekki einni kind á mann. Neysla á kindakjöti hefur líka dregist verulega saman síðustu áratugi og í dag tína Íslendingar meira af bæði grísa og kjúklingakjöti í körfuna en nokkuð tíman áður. En bændur telja að núna gæti verið rétti tíminn til að gera íslenska lambið aftur að uppáhaldssteik Íslendinga og jafnvel að auka útflutning. Við þurfum að elta neysluvenjur og breytt líferni fólks og líka hvernig við erum orðin fjölbreyttara samfélag. Þannig að þar þarf bara að koma öflug vöruþróun og markaðssetningin. Eins mætti nýta afurðir betur og þar telja sérfræðingar í sauðfjárbúskap að hægt væri að horfa til þróunar í sjávarútvegi. Það er allt og mikið sem er urða, það eru bein og það er blóð og það er mör og alls konar sem er bara held ég hægt að gera miklu meira verðmæti úr.
Fyrir tæpum áratug var mikil offramleiðsla af lambakjöti og síðan hefur reynst erfitt að koma jafnvægi á greinina aftur. Í dag segja bændur að þeir fái hvorki nóg fyrir afurðirnar né nægan stuðning frá ríkinu til þess að hægt sé að fjárfesta almennilega í búum og fá nýliða inn í greinina. Það mikill uppsafnaður vandi einmitt í þessu og þess vegna kannski komumst við aldrei út úr þessum vítahring sem nógu góðu nemur að vera með betri rekstur sem hefur verið fjárfest í. Þannig að við búum svolítið við það í dag að það er mikið að vinna upp. Það sem kannski truflar okkur mest núna er bara hvað við stöndum óbáslega höllum fæti gagnvart samkeppni erlendis frá. En hvernig verður bilið þá brúað svo hægt verði að lifa á greininni? Þarf að sækja hærra verð til neytenda, fá meira frá kjötafurðastöðvum eða binda bændur vonir við nýja búvörusamninga? Það er þannig í Noregi að þar er mun betur stutt við landbúnað þannig að bændur hafa bæði launagreiðslugetu og fjárfestingagetu sem er það sem vantar mjög mikið hér. Það er svona pínlítið spurning hvað við getum lengi leyft okkur að vinna í sjálfboðavinnu við sauðfjárbúskap. Það eru mikil tækifæri núna fyrir bændur og stjórnvöld og þá neytendur auðvitað líka að horfa á starfsskilyrði landbúnaðar í heild sinni. Og ég get ekki annað verið en bjartsýnn á það að stjórnvöld sá mikil tækifæri því. Bændur þurfa að geta treyst því að starfsumhverfið virki, segir atvinnuvegaráðherra sem telur breytinga þörf við endurskoðun búfjársamninga sem renna út í árslok 2026. Það liggur fyrir að við ætlum í breytingar, samtali við bændasamtökin og forsvarsfólk í landbúnaði er hafið. Þannig að ég bind mikla vonir við það að við náum lendingu. Vegna þess að við erum öll sammála það að það er breytingaþörf. Við höfum núna áratugaskeið búið við kerfi sem er ekki arðbært, ekki fyrir sauðfjárbændur og ekki fyrir neytendur og ekki fyrir ríki í raun og veru. Við þurfum kerfi sem er sveigjanlegt, sem býður upp á aukið frjálsræði en gerir jafnframt að verkum að bændur geta treyst því að það sé stuðningur til staðar, þannig að starfsumhverfið virki. Karlsvaka var haldin í Þorlákskirkju í dag til minningar Karl Sighvatsson orgelleikara sem lék jöfnum höndum rock og klassík. Þar heiðraði fjöldi listamanna minningars. Karl Jóhann Sighvatsson fæddist á Akranesi 1950 og lést rúmlega fertugur í bílslys í Hveradalabrekku austan Reykjavíkur 1991 en hafði þá þegar markað djúp spor í íslenskt tónlistarlíf sem framúrskarandi hljómborðsleikari í flestum tegundum tónlistar. Sagan segir hann þegar hann settist við fyrsta Hammond-orgeli út í London 1967 og þá hafði bara Kalli sagt, nú er ég komin heim. Enda er nafn Karls og Hammond-orgels jafnan nefnt í sömu andrá. Þekktastur var hann líklega fyrir veru sína í hljómsveitum á borð við Flowers, Trúbrot og Þursaflokkin. Hann stundaði orgelnám í Austurríki og þegar hann lést var hann kirkjuorganisti í 5 kirkjum í Ölfusi og í dag var haldin Karlsvaka í einni þeirra, kirkjunni í Þorlákshöfn, þar sem fjöldi listamanna heiðraði minningu hans. Kalli var kannski einn af þeim fyrstu sem ákvað það bara tónlist hefði engin landamæri. Hann glemdi alveg að spyrja það hvort hann mætti fara yfir í klassíkina eða jazzin eða hvað. Hann bara fór og yfirleitt með Hammondu með sér. Við höldum okkur við músíkina því ein ástsælasta söngstjarna þjóðarinnar Dittu heldur upp á 70-afmæli sitt með tónleikum í Hörpu í kvöld. Þar hljómar væntanlega alls konar tónlist, er ekki svo, Haukur Hólm? Jú, það er viðbúið því að ferill Dittuar er bæði langur og fjölbreyttur og glæstur. Dittu, hvað verður boðið upp á í kvöld? Já, það verður nú sitt lítið að hverju. Ég ætla nú að byrja hér á klassískum númerum og svona flugeldasýning í bland. Og ég fæ til mín leynigersti líka og svo eftir hlið þá fer ég svona í aðra sálma og eiginlega byrja á ferlinum sko þegar ég var að syngja dægumúsík og jazz og svona, allt í bland. Spilverki meðal annars? Aldeilis, það kemur nú mikið við sögu. Þetta er langur og eins og ég sagði það, fjölbreyttur ferill. Já, ég er búin að vera syngjandi fyrir þjóðina í rúm 50 ár. En meðal þeirra, einn af þeim sem kemur fram með þér í kvöld er, ef ég orðaði þannig, litli bróðir. Já,
Já, Palli litli bróðir. Já, ég að mæta. Nei, komin í strax, ég var eftir að klæða mig. Þið ætlaði að gefa okkur tóndæmi af lagi sem flytji í kvöld, en það er lag sem skiptir máli í fjölskyldunni. Já, það er sunnudagskvöld, þannig að það passar mjög vel að taka kirkjukvöld. Þetta er mjög mikið sungið, en mamma okkar, Margrét Matthíasdóttir, hún gerði þessa raddútsetningu. Þannig að ég skal taka múttu og þú verður pappa rödd og prófa þetta með Jónasi Tóri. Amma mín, það sagði mér sólarlagsbyr á sunnudögum gaf þú ei kirkjukols til. Þú mátt ei trufla aftans. Við óskum Dittu og sjálfsögðu til hamingju með afmælið. Þá skulum við líta til veðurs. Í nótt hvessir vestast á landinu með norðanátt og rigningu fram eftir morgni en lægir síðan. Annars staðar verður hægari vindur og skúrir og léttir til tíma norðaustanlands. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Birkir Bjarnason lagði nýverið takkaskóna á hilluna en hann er leikjahæsti leikmaður í sögu íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Ég held ég hafi hætt við 5 sinnum þegar ég var að fara að setja þetta út að ég var að fara að hætta. 16 liða úrslit EM karla í körfubolta voru æsi spennandi og virkilega óvænt úrslit urðu í dag. Við kíkjum á bestu deild kvenna í fótbolta, Formúlu 1 og opna bandaríska risamótið í tennis í íþróttum eftir augnablik. Þá skulum við líta yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkjaforseti segist reiðubúinn að grípa til aðgerða gegn Rússlandi. Rússlandsher gerði í nótt umfangsmestu loftárásir hingað til á Úkraínu og hæfði stjórnarráðið í Kív. Öryrkjar fá 50.000 krónum hærri grunnlífeyri en eldri borgarar frá Tryggingastofnun eftir breytingar sem gerðar voru mánaðamótin. Eldri borgarar ætla að svara fullum hálsi. Það er spurning hvað við getum leyft okkur að vinna lengi sjálfboðavinnu, segja sauðfjárbændur. Atvinnuvegaráðherra segir alla sammála að breyta þurfi kerfinu. Það voru þessu lokið hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, minnum á fréttaþjónustu Ríkisútvarpsins á RÚV.is. En það haustar og rósirnar í grasagarðinum í Reykjavík halda þó enn höfði. Við skulum njóta þeirra á þessum myndum sem Bragi Valgeirsson tók í dag. Verið sæl. Höfði drúpi lítil rós, þrái lífsins vængja vittir, forsins yl og sólarljós. Ég held ég skyn, ég hug þinn allan, hjartasláttinn rósin mín, er kristaltær, er dagadró.